Eva Joly hefur sett stjórnvöldum afarkosti. Hún muni hætta samstarfi við sérstakan saksóknara nema embætti hans verði stóreflt. Hún vill að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari fari frá vegna vanhæfis. Franski ráðgjafinn Eva Joly hyggst hætta samstarfi við embætti sérstaks saksóknara sem rannsakar bankahrunið verði ekki gerð róttæk breyting á starfi þess. Hún segir að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari sé vanhæfur og vill að hann fari frá. Eva Joly verður gestur Kastljós í kvöld. Hún segir að þeir sem starfi að rannsóknum bankahrunsins séu af viljagerðir en of lítill kraftur sé settur í rannsóknina. Hún segist ekki vilja leggja nafn sitt við rannsókn sem sé illa unnin. Gagnrýni hennar snýr að tveimur þáttum. Annars vegar að Valtýr Sigurðsson, ríkissaksóknari, verði að víkja enda hafi sonur hans Sigurður Valtýsson verið forstjóri Exista, stærsta eiganda Kaupþings. This is not possible to live with. And in this society, this has to be dealt with. We need a state prosecutor, and we need him to be in full possession of his possibility of action. And also because when your parliamentarian commission will give their report in November, the state prosecutor will make the filter of what can be handled on to the special prosecutor's office. And then there must be no suspicion on how this work is done. Hinn þátturinn snýr að skipulagi embættis sérstaks saksóknara, fjölga verði saksóknurum. This is not possible because when you shall make inquiries into 3 main banks with a lot of problems within each bank to be looked into thoroughly, you cannot have one man coordinating all the investigations. We need really at least 3 independent prosecutors. Eva Joly hætt við að hætta en krafst þess að ríkissaksóknari víki og að fjármagn til rannsóknar á bankahruninu verði aukið. Eva Joly ekki að hætta sem ráðgjafi hjá embætti sérstaks saksóknara afsakið. Hún stillir stjórnvöldum við þau vegg, vill að meiri peningum sé dælt í rannsókna á bankahruninu og að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari víki. Sigríður Móensen með þessa frétt. 28. mars síðastliðinn var undirritaður formlegur samningur Evu Joly, fyrrverandi rannsóknardómara í Frakklandi, við embætti sérstaks saksóknara. Joly hefur komið hingað til lands það bil 2 í mánuði frá því hún var ráðin til starfa. Áætlað að heildargjöld vegna verkefna á vegum hennar séu 67 milljónir króna á ári. Þar af eru laun hennar 1,3 milljónir á mánuði. Samkvæmt heimildum fréttastofu Eva Joly ósátt við að ekki hafi verið staðið við gefið loforð að auka fjárveitingar til rannsóknarinnar. Joly telur að þörf sé á því að mun meiri peningum sé dælt inn í rannsókn og saksókn vegna bankahrunsins og ósátt við að ekki hafi verið farið að hennar ráðum í þessum efnum. Samkvæmt fréttastofu Ríkisútvarpsins segir Eva Joly rannsóknin á efnahagshruninu muni leiða til lítils ef stjórnvöld geri ekki 2 grundvallarbreytingar. Önnur þeirra sú að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari víki. Joly telur Valtýr vanhæfan vegna fjölskyldutengsla, en Valtýr faðir Sigurðar Valtýssonar sem annarra 2 forstjórum Exista. Hinn varðar fjárframlög til rannsóknarinnar eins og áður sagði. Joly virðist með þessu ætla að stilla stjórnvöldum upp í vegg. Hafi þau áhuga á að njóta starfskrafta hennar áfram. Eva Joly neitaði viðtali við Stöð 2 í dag. Heimildir fréttastofu herma að innan embætti sérstaks saksóknara sé ánægja með störf Joly og hún gegnir talsvert miklu hlutverki þar, meðal annars því að skapa ró, frið og traust á rannsókninni. Þá segjum við ykkur frá því að Steingrímur J. Sigfússon segist vilja njóta krafta Evu Joly áfram og jafnframt tilbúin að setja frekara fjármagn í rannsókna á bankahruninu ef þurfa þykir. Eina sem ég get sagt að ég vona heitt og innilega við getum áfram notið hennar krafta, hennar ráðlegginga og haft aðganga hennar mikla tengslanetti. Hennar aðkoma hér hefur þegar hjálpað mikið og ég vona að það geti haldið áfram. En verður orðið við óskum hennar að fjárframlög verði aukin? Við munum að sjálfsögðu skoða það. En þið finnst ekki sem að hún sé að kúga íslensk stjórnvöld? Nei, það held ég alls ekki. Ég held að hún sé þá bara að reyna að gera okkur grein fyrir því að hún telji að það þurfi meira til og við þurfum þá bara að skoða það.